Já, góða kvöldið, kæru áhorfendur KefTV. Sigurður Friðrik Gunnarsson heilsar ykkur hérna úr Blúhöllinni í Keflavík þar sem framvindan úrslitaleikur í 11. flokki karla
Sannkallaður stórslagur hér þar sem ÍR-ingar og stjörnumenn munu etja kappi. Cirka 9 mínútur í leik, liðin á fullu í upphitun. Við eigum von á hörkuleik hér í kvöld. Nú við förum hérna aðeins yfir hvernig liðunum farnaðist í vetur. Kíkjum aðeins á deildina hérna. Sjáum við að ÍR-ingar og stjörnumenn voru jafnir hérna í fyrsta og öðru sæti. ÍR-ingar með innbyrðis en liðin unnu 20 leiki hvort og töpuðu 2. 40 stig í pokan. Og ef við kíkjum hérna á innbyrðisviðureignir þessara liða. Við finnum það hérna. Og sjáum við að ÍR-ingar það hafa verið hörkuleikir. Stjarnan vann fyrsta leik þessara liða 92-73 og 19 stiga munur í öðrum leik þessara liða. Sigraði ÍR 98-94 og í þriðja leik bar ÍR líka sigur á 76-75. Þetta 2 hörkuleikir, liðin mættust á Scania Cup núna í síðasta mánuði líka í hörku leik. Þar sem að ÍR-ingar báru sigur með 1 stigi. Svo það ekkert ólíklegt að við fáum hérna geggjaðan leik. Og margir virkilega frambærilegir leikmenn hér í báðum liðum. Fjölmargir yngri landsliðsmenn í báðum liðum. Í liði stjörnunnar leikmaður nr. 3 Viktor Jónas Lúðvíksson og Ásmundur Múli Ármannsson sem að hafa verið í hóp hér hjá meistaraflokk stjörnunnar í vetur. Fengið smá eldskýrt, fengið að spila nokkra mínútur og þar fyrir utan Óskar Jóhannesson og Pétur Góður Eymarsson sem voru einnig hluti af 16 ára landsliðinu í fyrra. Í liði ÍR-inga voru heilir 5 leikmenn sem æfðu með 16 ára landsliðinu allt síðasta sumar. Þar af fóru 3 í bæði verkefni sumarsins. Og Lukas Aron Stefánsson, Stefán Orri Davíðsson, Birkir Máni Daðason, Magnús Dagur Svansson og Erlendur Björgvinsson voru hluti af þeim hópi. Þá ætlum við að fara að kynna liðin hér og við skulum rúlla hérna yfir liðin. Við byrjum á liði ÍR-inga. Númer 0 Erlendur Björgvinsson, númer 1 Tökker Von Magnússon, númer 3 Lukas Aron Stefánsson, númer 5 Kristoffer Kato Kristoffersson, númer 6 Birkir Máni Daðason, númer 8 Stefán Orri Davíðsson, númer 9 Kristoffer Ili Harðarsson, númer 10 Magnús Dagur Svansson, númer 11 Atli Rafn Róbertsson, númer 13 Eiríkur Karlsson, númer 14 Ásgeir Máni Andrason og númer 15 Magni Fannar Jónsson. Þjálfarar hjá ÍR Daði Steinn Arnarsson og honum til aðstoðar Hákon Örn Hjálmarsson. Í liði ÍR númer 0 Jóhann Birkir Eyjólfsson, númer 0 Benedikt Guðmundsson, númer 0 afsakið, númer 2 Jón Hjaltalín Ármannsson, númer 4 Ásmundur Múli Ármannsson, númer 6 Magnús Skúli Magnússon, númer 10 Pétur Góður Eymarsson, númer 16 Magnús Ármann, númer 32 Guðmundur Kolka Haraldsson, númer 33 Viktor Jónas Lúðvíksson, númer 38 Óskar Már Jóhannsson, númer 40 Bjarki Fannar Benediktsson og númer 80 Jón Baldvin Magnússon. Þjálfarateymi stjörnunnar Ingi Þór Steinþórsson og nýkrýndur Íslandsmeistari í 10. flokki kvenna hér áðan Vignir Freyr
Magnússon. Hér fyrir dag voru það Stjörnustúlkur sem að báru sigurorðið af Keflavíkurstúlkum með 40 stigum í mjög sannfærandi sigri og óskum við þeim að sjálfsögðu til hamingju aftur. Nú mér til aðstoðar í þessari útsendingu tæknimaðurinn, tækniundrið Einar Þór Björgvinsson sem hér að fjárstýra þessari útsendingu úr sumarbústað úr Grímsnesinu. Getur allt kallinn, okkar besti maður. Hér á myndavélinni Arnar Freyr Elvarsson. Sjálfur heiti ég Sigurður Friðrik Gunnarsson og ætla að sjá að lýsa þessum leik. 3 mínútur í leik. Og við erum bara að verða ready. Íringar hvítklæddir, stjörnumenn bláklæddir, mæta hérna með 15 manna hóp. Aðeins 12 geta verið á skýrslu en að sjálfsögðu allir hluti af hópnum. Allir fá að taka þátt í þessu Rock'n'Roll Part 2. Hvinur hér vel við hæfi að fá þetta lag hérna í uppbytun. Einn þekktasta uppbytunarlag alltaf tíma. Nú það veisla alla helgina hér í Blúhöllinni. Þar sem að við Keflvíkingar erum að hýsa hér 10 úrslitaleiki í öllum mögulegum deildum og flokkum. Á morgun 4 leikir, byrjum klukkan 9 í fyrramálið með leik Vals og Fylkis í 4. deild 10. flokks karla. Og svo veislan bara allan daginn. Allt í opinni, allt í beinni hér á Keflavík TV. Munum setja hér skilti upp og eftir, minna á það að ef þið viljið leggja okkur lið og styrkja okkur til frekari góðra verka, þá verðum við afar þakklátt fyrir slíkt. Annars vonum við að þið njótið útsendingarinnar hér í kvöld. Við fáum hérna algjöran topp leik. Það verður gaman að fylgjast með baráttu leikstjórnendana tveggja í báðum liðum. Númer 8 í liði Íringa, Stefán Orri Davíðsson. Og einnig frábær skotbakvörður í þessu liði, Lukas Aron Stefánsson. Það verður magnað að fylgjast með slag þeirra Stefáns Orra og Ásmundar Múla. Dömur og herrar, þetta að bresta á mínúta í leik. Megi betra liði sigra. Besti tími ásins. Vorið góða. Nú við erum í 3 dómara kerfi. Allar stöður vel mannaðar og góða skemmtun. Nú byrjunarlið stjörnunnar Viktor, Jónas, Óskar Jóhansson, Pétur Góði, Ásmundur Múli og Jóhann Birkir Eyjólfsson. Bíðum eftir að Íringar taki sér stöðu hér á vellinum og fáum að sjá byrjunarlið þennan. Það Erlendur Björgvinsson, það Birkir Máni Daðarsson, Magnús Dagur Svansson, Stefán Orri Davíðsson og Lukas Aron Stefánsson. Nú, þessi strákar eru gjaldgengir í U18-landsliðið á yngra ári þó og eru nokkrir hér á vellinum sem eru í 16 manna æfingahópi fyrir verkefni sumarsins. Þá er okkur ekkert að vanbúnaði
en að hefja þetta. Magnús Dagur á móti Viktori Jónasi í uppkastinu. Og það eru Stjörnumenn sem hefja leik. Ásmundur Múli. Systir hans vann hér Íslandsmeistaratitil áðan, maður leiksins. Var hérna með 59 framhaldsbúnda áðan, 36 stig og 19 fráköst. Gerir aðri betur, 59 framhaldsbúndar. Stjörnumenn með innkast. Óskar nær ekki að grípa þetta, heldur hann þó á lífi. Jóhann, Ásmundur Múli, tekur það. Ekki Jóni og það er Lukas Aron sem tekur frákastið. Erlendur á Stefán, Múli til varnar. Stefán sækir huggulega upp á körfinu og setur þetta 2-0 í er. Eins og að drekka vatn þarna. Jóhann, Viktor. Ræðst á körfuna, smá fib, nær hann að klára, nei. Og Magnús með frákastið. Lukas sér skotið, já, tekur í gikkinn. Hann skoppar af hringnum og Viktor með frákastið. Pétur Góði. Finnur Ásmund. Stefán til varnar, fær hérna hindrun. Smá vesen á Múla núna, kominn í smá klípu, kastar frá sér boltanum. Stjörnumenn halda hann þá 8 sekúndur á skóklukku. Óskar sækir að körfunni fyrir alla leið og klárar. Huggulegt í Óskari. Stefán er vel gert hjá Jóhanni Birki, stelur boltanum, Magnús Dagur er eldan uppi. Jóhann hrættur, nær ekki að klára og þeir sækja 5-4 núna Íringar. Og ruðningur, frábær vörn hjá Viktori. Þarna hefði Magnús mögulega getað fundið opinn mótir eða þeir voru 5-4 þarna í transition. En Viktor stóð þessa árás og fiskar þarna ruðning. Fyrsta villan kom inn, það er Magnús Dagur sem fær hana. Ásmundur Múli og Jóhann Birkir. Pétur Góði metur það, tekur það, neitar að setja það. Stefán. Völlinn, þau eru að sækja, rennur þarna til en villa dæmd á Ásmund Múla. Stefán virtist renna þarna til á gólfinu líka. Magnús. Finnur Stefán á vagnum, Pétur Góði til varnar. Fær hindur frá Magnúsi. Magnús gerir vel, leysir inn. Klárar. Vel gert. 4-2. Ásmundur Múli. Pétur. Fyrir hendofið Viktor. Viktor sækir allalega á körfuna og klárar. Ekki mikið vörn þarna. Og þeir nýttu sér það. Stefán og Magnús, aftur á Stefán. Svo kemur Lukas hérna upp á móti Óskari. Fær Viktor hérna í skiptingunni. Frábær fótavinna. Vel gert hjá Lukasi, setur þetta, tekur sér tíma. Huggulegt. 6-4. Óskar setur hindrun. Rúlar á körfuna. Múli í smá vesinni, kikkar hann út á Jóhann Birkir sem er með þristinn. Dettur ekki, fínt close-up hjá Birki Mána. Stefán sækir á Óskar, tekur kontaktinn, nær hann að klára. Hvað heldurðu? Gríðarlega sterkur á körfuna, Stefán Orri. Múli. Viktor á móti Magnúsi, tekur spinnið. Frábær hjálpavörn frá Erlendi og Stjörnumenn ennþá með boltan. Viktor klárar og Karfa góð. Svo sterkur. Íringar gera bara ágætlega að þrengja teginn þegar þeir sækja. Þannig að þeir eru að leggja mikla áherslu á að stöðva Múla, Ásmund Múla. Þeir eru að hafa miklar áhyggjur af stóra sterka strák, Viktor Jónasi. Stefán fær hérna greiðlega upp á körunni, slæm sending á Birki sem nær þá að halda þessu á lífi og sækja allilega á körunni en dettur ekki. Það var Óskar sem kemur niður með boltan. Og geta Stjörnumenn sótt hratt. Ásmundur, fleirunum með völlin á Jóhann, Óskar.
Klára Múli á móti Erlendi. Nær ekki að klára. Vel gert hjá Erlendi að halda þessu á lífi. Lukas Aron gerir frábær hreyfing þarna. Kontaktinn, Erlendur, lætur vaða. Dettur ekki og það Viktor sem tekur frákastið. 8-7. Ásmundur á Jóhann í horninu. Viktor vill fá hann hérna niður á low post. Kíkir yfir öxlina. Ákveður að fara af stað. Birkir kemur í hjálpavörnina. Erfitt skot. En dæmd villa hérna. Birkir Máni ósáttur við þessa villu. Og skipting hér. Birkir að fá sína aðra villu. Innan kemur Atli. Rafn Róbertsson, stór og stæðilegur strákur. Viktor Jónas setur fyrravítið, jafnar leikinn hér 8-8. Og seinna vítið sömuleiðis, ekkert nema nælon. Stefán Stjörnupressa, þeir ná boltanum en Ásmundur Múli stígur út af. Hröppuð hann þarna eftir innkastið og sett hann í slæma stöðu. Sendingin ofutalega. Þess að Ásmundur geti haldið honum á vellinum. Stefán á móti Jóhanni. Sæsar hann upp. Finnur svo Erlend í þriggjastigaskotið. Hann setur hann. Driving kick. Þeir þurfa að hjálpa á Stefán. Er svo sterkur á drivinu. Pétur. Hendoff á Múla sem fær galopin þrist. Setur hann. Geggjuð byrjun á þessum leik. Stefán. Vill keyra á Jóhann. Það er styrkleikamunur hérna. Já, sjáum það. Það er styrkleikamunur. Stjörnumenn í vesinni að láta Jóhann á Stefán. Spurning hvort að verður einhverja breytingar að gera. Pétur gerir vel að fá hann þarna, hristir hann af sér og klárar. Sterkur. Hér er þetta bara eins og í villta vestrinu, fyrir fram og tilbaka hér. Atli Rafn sækir á Pétur, nær ekki að klára en Magnús Dagur tekur frákastið, hirðir upp mólana og skilar þessu heim. Mamma á valla depla auga og kominn karfa hérna. Ásmundur Múli. Pétur. Jóhann Birkir. Skotfeik, dræfar á hægri, feikar það, já, villa, þetta er réttur dómur. Gappa hann hérna upp og fékk kontaktinn. Gera Stjörnumenn skiptingu, Ásmundur Múli kemur að velli. Og inn á kemur Magnús Ármann. Og Íringa gera sömuleiðis breytingu, Lukas Aron Stefánsson kemur út af og inn á kemur Magni Fannar Jónsson. Jóhann brennir fyrsta vítinu. Setur seinna. Eitthvað smá reikistefna núna. Þetta er allt undir kontról. Ingi Þór Steindorsson vill fá einhverja útskýringar hérna á þessum dómi eða vítaskotum. Og fær hér aðvörun frá dómara leiksins. Já. Það verður heitt í kolónum hérna í kvöld. Ég get alveg sagt ykkur það. Það er mikið undir. Íslandsmeistaratitill að veði. ÍR freista þess að verja titilinn frá því fyrra þegar þeir unnu Selfyssinga mjög örugglega í Egilshöllinni með Magni. Og þeir sótta körfunni ekkert dæmt þarna. Atli sátti. Þá kemur Viktor í transition á móti Stefáni. Og þetta er stjörnubolti. Þetta er stutt pása hjá Ásmundi Múla. Hann er kominn aftur inn á hérna. Skiptir hér við Jóhann Birkir.
Jafnt á öllum tölum hérna, 15-15. Og Ásmundur Múli nær ekki að klára, Viktor frekur í frákastinu, nær ekki að klára, Múli með frákastið, þvílík reikistefna, þvílík barátta. Smá taugatrýtringur í mönnum. Stjörnubolti, 14 á klukku. Ásmundur, já, kíkir á skotið. Nei, ólöglegt skrín hér dæmt, ruðningur. Ruðningur dæmdur á Stjörnuna. Magnús Ármann fær hérna sína fyrstu villu. Og gera íringabreytingu. Lukas Aron kemur aftur inn á eftir stutt og hvíld og leysir Erlend Björgvinsson af. Erlendur kom til liðsins fyrir þetta tímabil frá Sindra Hornafirði. Magni með köttið þarna inn, kíkti ekki. Hér er Atli, snýr inn í teginn, þeir fröpart á hann. Magnús, hann er fín skytta, þessi dettur ekki. En íringar halda boltanum, Stefán finnur Magnús aftur. Erfitt skot, nær ekki að klára. Pétur sterkur í frákastinu. Ásmundur Múli, 1-1 á móti Lukasi. Reynir að spinna inn í hann, finnur næstum því Viktor. Íringar er að gera vel að þétta teginn. Sama má eiginlega segja Stjörnumenn núna. Þetta er smá brauðsóta byrjun þar sem að íringar löbbuðu upp á körfunni hvað eftir annað. Hér er Pétur, þetta getur verið skref, sennilega, já. Þetta er skref. Pétur er hissa á þessu, en þetta er hárrétt, Já, stemning í kofanum, vel mættur á báðum liðum. Hér er Lukas Aron. Nær ekki að klára, tekur sitt eigið frákast og vill fá villu, ekkert dæmt, en íringar halda þessum bolta. Þarna var Magni Fannar galopinn, húnum á hægri hönd, en Lukas freistaði þess að klára þetta sjálfur. Og Atli Róbertsson, vel gert hjá Atla Rafni, fínt kött, góð sending á Stefáni. Og íringar komnir yfir, 17-15. Pétur, hann er að dræfa köruna, þetta er erfitt. Íringar ná þessum bolta. Stefán á móti Múla. Sækir til vinstri og hann er dæmdur brotlegur. Ásmundur Múli dæmdur brotlegur. Þá gera Stjörnumenn breytingar. Pétur Goði og Magnús Ármann koma út af. Jóhann Birkir og Benedikt Guðmundsson koma inn á. Þetta er þriggja karfa frá Stefáni, sýndist mér. 20-15, 5 stiga munur. Óskar, Ásmundur Múli fyrir allalega á körfun og klárar, snirtilegt. Fyrir fram hjá Magnúsi degi hérna og fyrir reverse layupið á móti tölvustari manni. Stefán dræfar á körfuna og Viktor Jónas Verita. Magni nær ekki að klára. Atli gríðarlega duglegur, finnur Magnús Dag, kíkir á skotið, fer á dræfið, finnur Atla Rafn aftur undir og sækir villuna. Flott innkoma hjá Atla Rafni, mikil barátta, vinnusemi, dugnaður, tikkar í öll þessi box. Skipta íringar, Erlendur Björgvinsson kemur aftur inn og Magnús Dagur fær smá hvíld. Liðin að rótina mikið, spila aggressíft. Fer mikil orki í þetta en menn fá stuttar pásur. 2 skot er það að segja þeir. Atli Rafn. Fyrra víti niður. Setur sín fyrstu stig. Sitt fyrsta stig, sjáum hvort hann bæti hérna því öðru við. Nei, Lukas með frákastið. Finnur Atla sem finnur Stefán, hótar skotinu. Lukas, dræfar á Óskar. Frábær vörn í Óskari en ekki alveg nóg. Fær hérna villuna dæmda á sig. Svona 50-50 call að mínum mati, hérðan séð. En þetta er sennilega allt upp á 10 hjá dómaratríónu. Og Lukas Aron
fer á vítalínuna og setur hér fyrra vítið niður. Og seinna sömuleiðis. Ásmundur Múli. Gegn Stefáni. Góður í gæslu. Finnur Jóhann sem að fær hérna galopinn þrist og setur hann. Lukas vildi fá eitthvað fyrir sinn snúðarn eftir hindrun. Sá ekkert aðtöðuvert til þetta. Stefán með frábæra snúning. Lukas með frákastið. Magni fær þristinn. Dettur ekki. Óskar. Þeir komast inn í þetta og Stjörnumenn fá Inga. Staðan 22-20 mínúta og 18 eftir hér að fyrsta leikluta. Þessi leikur byrja frábærlega. Það fær Viktor Jónas smá hvíld. Ásmundur Múli. Gegn Stefánis. Heldur hún vel fyrir framan sig. Ásmundur Múli. Ólsegur leikmaður, dribla lágt hér. Þetta er skref. Já, ætlaði sér á mikið. Var með frían mann í horninu. Full gráður hérna. Koma Íringar. Stefán. Nei. Smá misskilningur hérna. Stjörnumenn fá boltan. Pétur Góði. Gerir árás á Atla. Nær ekki að klára. Vill fá villuna. Ekkert fyrir sinni snúð. Íringar sækja núna hratt. Lukas. Á Magni á Atla og Atli skilar þessu. (25 - 20). Ásmundur vill fá hann hérna niðri á móti Lukasi. Með baki upp í körfuna, hótar því og setur það. Já, svona að kvitta fyrir mistökin á hann. Það er Íringar sem fá síðasta skotið hér í fyrsta leikluta. 3 stigum yfir. Stefán fær hindrun frá Magna. Kíkir á skotið, nei. Berið til varnar, já, sækir til vinstri. Fær ekkert fyrir sig snúð, Ásmundur Múli. Nei. Og þannig líkur fyrsta leikluta. Stefán vildi fá villuna þarna. Það var nú einhver snerting, en spurning hvort að það hefði verið meiri bolti en ekki. Geggjaði fyrsta leikluti hérna. 25-22 Íringum í vil. Og liðin byrjuði að tuða, byrjuði að hitna eins í kolónum svona hér og þar. Alveg eins og við viljum hafa þetta. Svona úrslitaleikir að vera. Nú kíkjum hérna á stigaðustu menn hérna eftir fyrsta leikluta. Í liði IR er Stefán Orri stigaðastur með 9 stig og 4 fráköst og 3 stóðsendingar. Honum næstur Atli Rafn Róbertsson sem kom inn á bekknum hérna með flottar mínútur. 5 stig. 5 stig og frákast. Góða baráttu. Þægilega nærveru. Svona fyrir auga allavega. Og í liði Stjörnunnar það er Viktor Jónas sem er kominn með 7 stig og 3 fráköst. 1 varinn bolta. Honum næstur Ásmundur Múli með 5 stig og 1 frákast og 1 stóðsendingu með því. En Ásmundur kom með 2 villur hérna í fyrsta leiklutanum. Eins og Birkir Daði Mánásson í liði Íringa. Bæði lið búin að koma sér fyrir hérna í öðrum leikluta. Stjörnumenn með byrjunarliðið inn á. Á meðan að Íringar eru með byrjunarliðið mínus Birkir Máni og pluss Atli Rafn. Það eru Íringar sem byrja hér með boltan í öðrum leikluta. Stefán. Kemur Lukas af tvöfaldri hindrun.
Magnús Svanur með opið þriggjastaskot, stuttur, Lukas tekur frákastið og næri villuna á Óskar, sýndist mér. Já, Óskar þá að fá sína aðra villu. Lukas feikilega mikill íþróttamaður. Stórt vopnabúr. Mikið sjálfstraust. Uppalinn í Hveragerði. Eins og Birkir Máni Daðarsson og þjálfari liðsins Daði Steinn. Hér vilja mikill kontaktinn undir körfunni. Viktor grípur þennan og nei, hann skoppar hér upp úr mikil baráttum boltan. Og Viktor stígur á línuna. Mikil barátta þarna milli Magnúsar og Viktors. Ekki síðasta skipti í kvöld sem við fáum að sjá baráttu þeirra á milli. Stefán finnur Erlend, hann hikar hvergi, klikkar. Lukas nær frákastinu, kíkir á skotið, finnur Magnús. Magnús dræfar hérna til vinstri. Snýr sig við og tappar boltanum, já. Vel gert hjá Óskar að komast þarna á milli. Viktor á Jóhann Birkir, hann hikar hvergi. Þetta vel af, Stefán sér völlin vel, Erlendur fer alla leið, nær ekki að klára. Þessi bolt út af og Íringar haldunum. Smá hikarn á Erlendi, hefði getað farið sterkar upp. Þá leysir Birkir Máni allar af. Birkir Máni búinn að sitja í svolítinn tíma, fekk sína aðra villu snemma í fyrsta leikluta. Hörku byssa þar á ferð. Hann með lið Íringa, þeir geta allir skotið boltanum vel. Sama má eiginlega segja Stjörnuna líka. Lukas í erfitt skot, hann vel af. Ásmundur Múli með frákastið, hann keyrir hérna fram hjá Stefáni, æður upp miðjuna, þrengja á honum, nær ekki að klára. Erfitt færi, Erlendur Björgvinsson með frákastið. Finnur Birkir Mána. Ræðst hérna á Jóhann Birkir og nær í villuna. Jóhann Birkir blásaklaus, mikið af blásaklausum mönnum hér á gólfinu. Kann að meta. Alltaf að vera hissa á villum. Lukas. Upp úr. Nei, gengur ekki. Erlendur berst frákastið en það Ásmundur Múli sem hann nær takja á boltanum. Óskar koma hérna 3-2. Óskar ræðst allalega á körfuna og klárar. Mikið lengd í honum Óskari. Birkir Máni sækir á Pétur. Fyrir alla leið, rúlar af körfinu og Pétur með frákastið. Hér eru menn mikil barátta hérna alla bolta og alla lausa stöður. Viktor kíkir á körfuna, tekur kontaktinn á Magnús, nær ekki að klára og þeir berjast enn einu sinni frákastið og það eru uppkast. Og Magnús ósáttur við að fá aukastið þarna. Fannst hann að koma með hann. Hann vill meina að það veri haldið í sig. Já, hér vel mætt hérna báðum megin í stúkuna. Viktor sækir inn á Magnús, frábær snúningur. Vel, villan á Magnús. Flottur snúningur hérna með Viktori. Magnús aðeins og seinna í boltan. Og vill hérna fá smá útskýringar á því akkur hann fekk ekki villuna áðan í staðinn fyrir þetta uppkast. Viktor Jónas á línuna. Fyrir að við af. Viktor búinn að kjöta sér talsvert upp frá því á síðasta tímabili, verið duglegur. Ofboðslega duglegur leikmaður. Mikill frákastari, frábærar hendur, geggjaður varnarmaður.
Birkir Máni finnur Magnús sem að finnur Lúkas. Flott boltarengi á IR. Ná ekki að klára. Erlendur duglegur. Birkir Máni, miskunnarlaus þristur. Magnús Dagur með frábæra baráttu en hann steig út af. Bara við hæfi þegar menn mæti í Keflavík að menn hendu upp miskunnarlausum þristum. Bara við hæfi og það er hér leikhlé sem að Stjörnumenn taka. 7:41 búin hér að öðrum leikluta. Írringar leiða með 2 og þetta er allt eins og við vonuðumst til. Nú við förum aðeins hérna í tölfræðina. Tölfræðaskjali góða. Býðum aðeins með, já þarna kemur þetta. Kíkjum aðeins á hérna hvernig liðin að skjóta hérna svo far. Sjáum við að Írringar að skjóta hérna 40% úr tvistum og 18% úr þristum. Þeir eru 2 af 11 í þristum. 8 af 20 í hérna tveggjastigaskjótum. Meðan Stjörnumenn að skjóta 41% úr tveggjastiga og 33% úr þriggja. 2 af 6. En munurinn á liðunum, já, Írringar að frákasta aðeins betur, 21-14 í frákastum. Þetta verður slagur allt til enda, reikna ég með. Koma Stjörnumenn. Ásmundur Múli, finnur Viktor. Pétur góði í handoffið, kíkir á körfuna, lætur vaða, bingo! Og lætur stúkuna vita hann er mættur. Stjarnan komið yfir. Stefán Orri. Leitar að Lúkasi. Fær hann. Magnús. Lúkas aftur. Tekur þristinn með Pétur í sér og neglir honum í smettið á honum. Svara bara fyrir þetta. 30-28. Pétur fær hann hérna. Skrifar. Já. Gleymd að dribla. Lúkas á Óskar. Óskar í honum segi ég. Jóhann Birkir til varnar hérna. Hér kemur Magnús Dagur. Erlendur sækir hérna á hægri höndina. Fer one-hander á móti Viktori. Magnús með frákastið á móti Pétri. En Pétur metað þannig að Pétur hafi ítt þarna í Magnús og það er villa á Pétur. Hans fyrsta villa, 3. liðsvilla Stjörnunnar hér í leiklutunum þegar 6 mínútur og 46 sekúndur eftir á þessum hálfleik. Stefán. Magnús. Á smá fát á sókninni núna. Erlendur. Dömpar honum hérna inn á Magnús sem feikar þetta, nær ekki að klára. Erlendur, nær ekki að klára heldur og Óskar kemur upp með frákastið. Og smá vesen þarna á Stjörnunni, þeir ná þó að leysa þetta. Ásmundur Múli keyrir. Finnur Jóhann Birkir í galopnum tvist þarna, nær ekki að setja þetta. Mikil baráttur frákastið, það er Viktor sem nær frákastinu og hann klárar. Og flexar vöðvana. Akkur ekki, akkur ekki. Það er úrslitaleikur. Síðasti séns. Stefán keyrir á Ásmund Múla. En búið að flauta villu á Ásmund Múla, hans 3. villa, er það ekki? Jú, 3. villan á Ásmund Múla, það er áhyggjuefni. Og hann að sjálfsögðu þarf að setjast. Mega ekki við því að hann fái fleiri villur hér allavega í þessum hálfleik. Hann langar ekkert sérstaklega mikið til að yfirgefa völlinn. En hlýðir þó. Stefán fær hérna smá hvíld hjá Írringum og Magni kemur inn. Það er Birkir Máni gegn Jóhanni Birki. Lúkas. Frábær hreyfing. Nær ekki að setja þristinn. Óskar með frákastið. Pétur.
á Viktor. Viktor á móti Magnúsi, hann ræðst bara á hann. Fyrir alla leið, nær ekki að klára. Og íringar grimmir í frákastinu og frábærlega gert þarna hjá Benedikt. Benedikt Guðmundsson sótti þarna villuna. Íringar gera breytingu, Erlendur Björgvinsson fyrir að velli og Atli Rafn kemur aftur inn. Fyrir að vitið niður hjá Benedikt. Og það seinna Rafn. Magnús með frákastið. Hann ber boltan upp hérna, finnur Lúkas á vængnum. Lætur hann ganga allt í horn. Magni hótar skotinu, dræfar svo allalega á körfuna. Óskar segir nei takk. Ekki á minni vakt. Notar þessar löngu hendur til að verja þetta skot. Fimmtán á skotklukku. Þröng sending og Stjörnumenn stela þessu. Jóhann æður upp völlinn. Er með Benediktin úti, hann fer bara allalega á körfuna, nær ekki að klára. Viktor grimmur í frákastinu og Óskar í seinni bylgjunni. Grimmir Stjörnumenn í frákastunum. Birkir, Lúkas. Vel gert hjá Pétri, stóð þarna bara, fekk hann á sig. Flott vörn hjá Pétri góða. Tók Lúkas þarna bara á kassan. Og nei, það er bara Ásmundur Múli mættur hérna aftur. Sennilega með skýr skilaboð. Ekki brjóta. 3 villur. Nei, þær eru 2 á töflunni allavega núna. Þeir hafa tekið eina hérna af. Birkir Máni. Finnur Atla í góðri stöðu. Nær ekki að klára. Stefán í baráttunni og Atli Rafn líka. Nær að klára. Baráttu stig hérna á báða bóa. Hægri vinstri. Viktor sækir til vinstri, hótar skotinu. Sækir villuna. Ásmundur Múli með 2 villur hérna samkvæmt live-statinu. Þannig að þetta hefur verið smá mistök hérna á riddaraborðið áðan að setja 3. villun á töfluna. Þetta er allt komið í lag. Viktor Jónas brennir af fyrra vítinu sínu. Áhorfendur taka við sér hérna, í megin allavega. Viktor setur seinna vítið. Kemur Stjörnunni 2 stigum yfir. Stefán Orri og nú er það Viktor sem að freista þess að taka hann. Hann á lítinn séns í hraðan. Magni kikkar hún út í horn á Birkir. Þetta er galopið skot. Dansar upp úr. Ásmundur Múli með frákastið. Horfir upp völlinn. Svo er að reyna að finna hérna. Það er Benedikt sem að tekur þristinn. Hann er ekki niður. Lúkas með frákastið. Birkir Máni æður upp völlinn. Stefán. Partíþristur. Bingo. Vildi fá villuna líka. Fekk ekki til sín snúð en geggjaði þristur. Með Ásmund í grillinu. Ási, þannig að kvitta fyrir þetta. Nei. Bara fín vörn hann á Stefáni. Próf stólinn hann undan honum. Þegar Múli ætlaði að sækja kontaktinn og náði honum úr jafnvægi. Og Ásmundur Múli rann hérna bara beint út af. Gera bæði liðbreytingar. Lúkas kemur hérna út af. Fyrir Magnús Dag. Og íringar afsakið Stjörnumenn gera breytingar líka. Pétur Goði kemur út fyrir Benedikt Björgvinsson. Þetta er 2007. Hluti af 16 manna æfingahópi 16 ára landsliðsins. Spennandi leikmaður. Stefán gegn Ásmundi Múla. Magnús. Stefán. Atli biður boltan hérna. Nei, Óskar las þetta, var mættur hérna til þess að taka sendinguna. Það var Benedikt Björgvinsson.
Dregur hann tilbaka, finnur svo Óskar. Finnur Benedikt Guðmundsson. Viktor hótar skotinu. Ákveður að fara sjálfur. Nær ekki að klára og það er Stefán sem tekur frákast. Stefán æðir upp völlinn með Múla á hliðinni. Nei, dæmir villuna. Það var eins og ég sá þetta smekklega vörn þarna en ég treysti dómurum leiksins fyllilega fyrir þessu. Menn eru óhræddir við að sækja kontaktinn hérna. Mikil spenna í þessu. Írringar leiða hér með einu stigi. Stefán Orri. Já, legur niður. Kom með 11 stig. Gott að bæta hérna við því 12. Já, gerir það. 3 stiga munur. Kemur Ásmundur Múli. Fær hindrun frá Viktori. Þeir tvöfalda á hann upp úr því. Óskar lítur á körfuna, ákveður að dræfa. Flott hjálpavörn þarna hjá Birki Mána. Það var ekki nóg því Óskar kláraði þetta bara. Stefán. Lætur vaða á Birkir sem fer á dræfið og finnur Atla undir, vel gert hjá Birki Mána. Lítið eftir fyrir Atla Rafn nema bara setja þetta onni hérna. Ásmundur býður aftur hindrunina. Já, fær hérna rískrín. Benedikt Björgvinsson. Nei, þessi stólið, Magni stelur þessu, finnur svo Atla sem að róar þetta niður. Stefán í partíþrist. Neip. Benedikt æðir upp, fullur af orku, búinn að sitja. Finnur Benedikt Guðmundsson. Stuttur. Stefán Orri með frákastið. Fram og tilbaka fyrir við. Frábær sending, Magni með frábært kött og klárar þetta. Og leikhlé Stjarnan. Flott transition play hjá ÍR þarna. Stjörnumenn stuttir í þristinum. Stefán Orri óður völlinn. Magni speysaði vel hérna út í hornum leið og Stefán gerði árásinn í teginn, þá kom hérna þetta líka flotta baseline cut frá Magna sem kláraði. 5 stiga munur, mesta forysta sem hefur verið hér í leiknum. Og við leyfum okkur að kíkja hérna aðeins í stúkuna, kíkjum hérna Stjörnumegin. Fínasta mæting. Velkomin í Keflavík. Og ÍR-ingar að sjálfsögðu representaðir vel hérna líka. Allt er på 10, allt er svo þetta að vera. Hérna sá þetta, sjáum hérna stiga eftir menn. Stefán Orri í liðinu með 12 stig. Honum næstur er Lukas Aron og Atli Rafn. Svona kom með frábæra innkomu. Nú í liði Stjörnunar, þar er það Viktor Jónas með 11 stig og honum næstur er Óskar Már með 8. Svo Pétur Góði með 7. Engin teljandi villuvandræði á hvoruðu liðinu. Sem er vel. Byrjum við þetta aftur. Birki Máni til varnar hér á móti Ásmundi Múla. Skiptaðir hérna, eru komnir í svæðisvörn, 3-2, ÍR-ingar. Pétur Góði, finnur Óskar með sjálfstraust. Nei, ekkert nema loft þarna, vel gert hjá Magnúsi að ná þessu. Nei, náðu þessu ekki, var komin út af. Já, ÍR-ingar byrja þetta hérna á smá 3-2, aðeins að reyna að ná Stjörnumönnum úr því sem þeir ætla að teikna hérna eftir leikhlé. Stefán, kemur Lukas, þeir hindra það með Magnús. Aðeins og seitt með sendinguna, þeir komast inn í þetta en ÍR-ingar eiga boltanum með 13 sekundur á skóklukku. Stefán. Birkir Máni sækir til hægri á Magnús, snirtilegt.
Nær ekki að klára, Óskar með enn eitt frákastið. Ásmundur Múli, þeir eru ennþá í 3-2 hérna, Írringar. Ásmundur, Pétur, Óskar. Pétur, lætur vaða, langt frá, setur hann, líður vel þarna vinstra megin. Annar þristurinn hjá Pétri. Minnka muninn í 2 stig. Stefán fær hindrun frá Atla. Við fá skiptinguna, Stefán á móti Pétri. Hann lappar fram hjá honum en frábærar hendur þarna í teignum hjá Stjörnunni. Atli á móti Pétri. Kikkar honum út á Lukas sem að setur þristinn. Vörnin kollapsaði þarna aðeins og voru fljótir að leysa hann út. Lukas lætur ekki bjóða sig það tvisvar. Írringar halda áfram hérna í 3-2. Ásmundur Múli fær hérna tiltölulega opið skot. Hann dettur aftan á hringinn og Stefán með frákastið. Og Magnús Ármann gerist brotlegur. Og það er komin hérna skotréttur. Írringar eru komin í skotrétt. Geta hérna lyft mununum upp í 7 stig ef að Stefán Orri setur bæði vítin. Nei. Hálf mistan hann á höndunum. Þurrka hendurnar. Seinna niður, 6 stiga munur, 48 sekúndur eftir af þessum fyrri hálfleik. Írringar áfram í svæði, Pétur lætur hann ganga út í horn. Jóhann Birkir kemur hérna frá hægri hlið vallarins alveg yfir í vinstra horni og smellir þessum þrist niður. Birkir Máni finnur Atla Rafn í horninu, hann tekur það. Ekkert nema loft, Viktor Jónas með frákastið. Stjörnumenn átt síðasta skotið í fyrri hálfleik. Og fara þær í maður á mann núna, Stjarnan. Múli finnur Pétur hérna á vítalínunni. Viktor kemur í handoffið, ætlar að ráðast á hann, kikkar hann út Óskar. Smá vesen á þeim núna, 5 sekúndur eftir. 4, 3, Lukas nær upp skoti. Dettur aftan á hringinn og það eru Írringar sem leiða hér í hálfleik. 45-42 í frábærum körfuboltaleik. Alvöru gunfight í gangi. Hér verður barist til síðasta blóðdropa, skal ég segja ykkur. Og við kíkjum hérna aðeins á helstu menn hérna í hálfleik. Sjáum við það að Stefán Orri Davíðsson er hér með 15 stig, ljómandi fína skotnýtingu. 9 fráköst frá leikstjórnandanum og 4 stóðsendingar. Fínasta lína hjá honum, 20 framlagspunktar. Og honum næstur er Lukas Aron Stefánsson, kom með 12 stig og einnig 9 fráköst. Þar af 5 sóknarfráköst og 1 stóðsending til að bæta við það. Nú Atli Rafn Róbertsson kom inn á bekknum, er með 9 stig og 2 fráköst og 1 stóðsendingu með því og 1 stolinn bolta. Nú Írringar fá miklu meira frá bekknum, er að fá 11 stig af bekknum. Það er aðalega bara Atli Rafn sem að bera ábyrgð á því. Stjarnan búinn að fá einungis 1 stig af bekknum en hann er búinn að gera vel. Nú í liði Stjörnunnar helstu menn þar er Viktor Jónas sem er búinn að skora 11 stig og taka 8 fráköst með 1 stóðsendingu. 1 varinn bolta. Nú honum næstur er Pétur Góði, kom með 10 stig og 2 fráköst og 2 stóðsendingar, 1 stólinn. Og Óskar Már með 8 stig og 5 fráköst. Ásmundur Múli verið í góðri gæslu. Ekki að skjóta nægilega vel, en býr mikið í
þeim mætamanni. Við ætlum að taka okkur hérna örstutta pásu, komum hérna með seinni hálfleikinn eftir smá stund. Við minnum að sjálfsögðu á að við, ef þið viljið styðja við okkur í Keflavík TV, þá tökum við frjálsum framlögum hérna inn á reikninginn sem sýndur hér á skjánum. Og mætum hérna aftur eftir smá stund. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mama kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing, check out my melody. I wanna live good, so shit, I sell dope for a 4-finger ring. One of them gold ropes. Nana told me if I pass, I get a sheepskin coat. Back home a few packs, I get the hat. Now that'd be dope. Toast and turned in my sleep that night. Woke up the next morning, niggas just stole my bike. Different day, same shit, nothing good in the hood. Run away from this bitch and never come back if I could. Hated to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shout on me until my heart stop. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so we can get you going. Hated to love it, the underdogs on top. And I'm gon' shout on me until my heart stop. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so we can get you going.
right above the gold wires, I-45. Kill a nigga on my soul and really do it, that's the true meaning of a ghost rider. 10 G's to take your daughter out of Air Forces. Believe in me, homie, I know all about losses. I'm from Compton where the wrong colors be cautious. One phone call and have your body dumped in Marston. I stay strapped like Carsey. Been banging since my little nigga Rob got killed for his Barclays. That's 10 years, I told you in 95. I'll kill you if you try me for my Air Max 95s. He told me base when I met him, I'ma ride. And if I gotta die, rather homicide. I ain't had 50 cent with my grandmama died. Now I'm going back to Cali with my Jacob going. See how time fly. The underdogs on top, and I'm gon' shine on me until my heart stop. Go ahead and beat me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. Hated the love with the underdogs on top, and I'm gon' shine on me until my heart stop. Go ahead and beat me. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you can get to know me. From the beginning to the end, lose is lose, win is win. This is real, we ain't got to pretend. The cold world over here, it's full of pressure and pain. Enough of me living, now listen to game. Used to see 5-0 throw the crack by the bench, now I'm fucking with 5-0, it's all starting to make sense. My mom's happy, she ain't gotta pay the rent, and she got a red bow on that brand new Benz. Waiting no shot money to land, sitting in the range, thinking how they spent $30 million on airplanes when his kids starving. Pockets going to Brenda, still throwing babies in the garbage. I wanna know what's going on like I hear Marvin. No school books, they use that wood to build coffins. Whenever I'm in the booth and I get exhausted, I think, what if Marie Baker got that abortion? I'm like, Underdogs on top, and I'm gon' shine on me until my heart stop. Go ahead. I'm Raps MVP, and I ain't going nowhere, so you Held ég góður áhorfendur, síðari hálfleikur hér í þann mund að fara að hefjast. Þessu frábæra úrslitaleik 11. flokks drengja hér í Blúhöllinni í Keflavík. ÍR leiðir hér með 3 stigum í frábærum körfuboltaleik. Við erum bara rétt að byrja. Kemur ekki óvart ef allar taugar væri hér vel þandar í lok leiks. Allt til reiðu. Bæði lið hérna stilla upp sínum hefðbundnu byrjunarliðum. Já, við á KFTV bara þakklátir fyrir að fá að taka þátt í þessari veislu og sýna ykkur 10 leiki hér helgina. Frá föstudegi fram á sunnudag. Lukas Aron dræfar hérna til hægri, beint á Viktor sem gerir nóg til að trufla skotið. Ásmundur Múli, Viktor, Pétur, Hendorf hérna með Óskar, Jóhann Birkir fyrirgeðu. Ásmundur Múli sækir, það þrengt á honum. Frábær vörn hjá ÍR en þetta þessi bolti Stjörnunnar, 8 sekúndur á skóklukku. Full lengi að koma þessi í gang hérna, Stjörnumenn. Kemur Ásmundur Múli í horninu, fær hindrun frá Viktori sem fær boltan. Hann sækir á Erlend, nær ekki að klára, tekur sitt eigið frákast. Nær ekki að klára, tekur sitt eigið frákast. Nei, Stefán Orri kemur niður með þetta. Viktor svektur til sjálf að segja ekki klára þetta. Stefán fer vel með boltan. Erlendur beint í þristinn, hann gengur ekki og Óskar, hver annar, mættur hérna í frákastið og skilja Stjörnumenn á eftir, eru 5-4. Hvað gerir Ásmundur Múli? Finnur hann opna manninn? Nei, komast inn í þetta. Stefán Orri, Birkir Máni fljótur upp völlinn, hann ræðst á Pétur og klárar. Smekklegt. Vel gert hjá Birkir Mána að hlaupa línur hérna. Pétur. Jóhann Birkir. Horfir á köruna, fær hérna galoppi skot frá Keflavíkurmerkinu, dettur ekki. Stefán Orri með frákastið. Og þá eru 3-2, Birkir Máni, 5 stig í röð. Nei. Dettur ekki og Stjarnan á þennan bolta. (47, 42) ÍR leiðir. Ásmundur Múli, búinn að vera í góðri gæslu hérna í kvöld.
Jóhann, Pétur, kíkir á körfuna, finnur Viktor sem klárar, glæsilega gert. Fín sending frá Pétri. Flott stjörnusókn. Magnús á Stefán. Stefán, Lukas kemur upp úr hindrunum frá Magnúsi, sækir svo til hægri og finnur Magnús í horninu. Dettur ekki, Pétur með frákastið. Tvöfalt hérna. Ásmundur Múli fer alla leið, finnur Pétur sem að fær villuna. Já, vel gert hjá Ásmundur Múla þarna. Það þarna svona horns pick hérna uppi, sótti til hægri og Pétur leysti vel hérna meðfram endalínunni, tók hérna létt bananakött og galopinn í sendinguna frá Ásmundi Múla. Hann brennir fyrsta vítinu. Seinna dettur. Hann þá komið með 10 stig. Afsakið. Stig ekki. Stefán sækir allalega á körfuna. Sitt eigið frákast og brotið á honum. Er svo rosalega góður í að hægja niður af sprettinum. Offbeat. Flinkur með boltan, Stefán Orri. Hörku varnarmaður. Einnig. Fyrra vítið er niður. Setur seinna, nei, þetta er ekki. Magnús með frákastið. Fer upp og skorar yfir Viktor. Íringa 5 stigum yfir. Þetta er dýrt að gefa þessi aukastig. Ásmundur Múli sækir, kikkar hann á Pétur. Aftur á Múla. Fyrir erfitt skot. Hann dettur. Vel gert í Ásmundi, hann þarf að hafa rosalega mikið fyrir hverri körfu. Stefán. Á Magnús, Magnús fer beint í þristinn, hann getur skotið. Viktor tekur þetta frákast, Ásmundur Múli, skilur Stefán aðeins eftir. Þrengja á honum, Jóhann á Óskar og Ásmundur Múli fær hindrun frá Óskari og Óskar rúlar á körfuna. Múli ennþá með boltan, tekur hérna step back þrist og hann setur hann. Ok, það er að hitna undir honum hérna. Jafna leikinn, 50-50. Stefán. Frábær sókn og sækir villuna. Ofboðslega mikið jafnvægi þegar hann setti boltan hann bak við sig. Dró hann yfir á hina hliðina. Sækir villuna. Sækir 4. villuna á Óskar Má. Og Ingi Þór neyðist til að taka Óskar út af. Óskar verið duglegur hérna í frákastunum allan leikinn. Taka 7 frákast hérna samkvæmt live-statinu. Stefán setur fyrra víti á honni. Kemur IR þá yfir. Getur þá aukið munun hérna í 2 stig. Vel gert. Stefán kom með 18 punkta. Pétur góði. Ásmundur. Pétur. Fer í þristinn. Dettur aftan á hringinn. Viktor tekur frákastið. Sækir á körfuna. Setur hann. Ofboðslega sterkur. Ryksugar hérna upp hvert frákastið eftir öðru. Lukas sækir á Magnús Ármann. Frábær vörn hjá Viktori, kom hann að hjálpa megin, en Íringar ennþá með boltan. Birkir Máni drippar hérna í fótinn á sér út af. Frábær vörn hjá Viktori, kom hann á blindu hliðina og sagði nei, ég er góður. Geggjaður leikur, 52-52. Ásmundur. Finnur Pétur, þetta er galopið þristu, fer í stepbackið.
Setur hann, þriðji þristurinn frá Pétri. Stjarnan leiðir núna, miklar sveiflur í þessu. Þriðji þristurinn frá Pétri í kvöld. Stefán sækir á Magnús Ármann, skilur hann eftir í rykinu. Viktor reynir að hjálpa. Er stundum ekki hægt hérna sem Stefán er að gera hérna. Lík yfirvegun þegar hann er komin hérna í árásina á mun herri leikmann. Klárar hérna háttaspjaldinu yfir Viktor. Viktor fær hann hérna sendinguna frá Pétri. Magnús gerir vel í vörninni og Ýringar með þennan bolta. Birkir Máni. Fær hindrun frá Magnúsi, eða svona ghost screen eiginlega. Sækir inn í teginn, missir boltan. Ásmundur Múli, 1 á 1 á móti Erlendi. Fer og sækir villuna. Frábær fótavinna þarna hjá Ásmundi Múla. Erlendur að fá sína þriðju villu. Þarf að setjast aðeins. Atli Rafn kemur inn á. Ásmundur Múli kom með 8 stig. Getur gert þau 10 ef hann setur bæði niður. Búinn að skora 5 stig hérna í þessum leikluta. Það er 7. niður hérna. Sveitna, dettur líka. Ýringar komu upp. 3 stigum undir. Og Lukas opnar sig vel í þristinn og jafnar þennan leik. Eins og hendi var í veifað. Setur svona falska hindrun og poppa beint út. Þeir þekka hvern annan vel. Stefán og Lukas. Jóhann, Magnús Ármann. Ræðst beint á körfuna, missir smá jafnvægi þarna. Jóhann aftur, hann fer beint í þristinn. Of langur, Lukas með frákastið og heppnir þarna Haldónum. Stefán, þristur. Dettur ekki. Atli Rafn, hver annar er mættur í ruslið? Hver annar er mættur? Iðnaðarmaðurinn sjálfur, Atli Rafn Róbertsson. Með skínandi leik hérna að bekknum. Pétur góði, kíkir á körfuna, hætti við, Magnús Ármann. Já, sækir á Atla, þetta er skref, já, þetta er skref. Þetta er hárrétt. Smá hik þarna á Stjörnusókninni. 59-57, 4 mínútur eftir hér af 3. leikluta. Stefán á móti Ásmundi Múla. Aftur, sama, Lukas, kíkir á körfuna, hætti við skotið, Birkir, honum er alveg sama. Það bara neglir sér niður, Stone Cold Killer. Stekkur ekki bros. En það er þetta bara hefðbundi föstudagur fyrir hann að standa fyrir aftan línuna og púlla þessu. Ásmundur Múli finnur Benedikt í horninu, hann lætur vaða, fínt close-out þarna frá Lukasi. Skýgði þarna útsýnið aðeins. Stefán. Freista þess að sækja á Múla, frábær vörn, en hann nær nú samt að koma upp skoti. Og dæmt villa hér á Atla Rafn í frákastabaráttunni við Viktor. Alvöru skrokkar hérna kljást. Mikill kontakt. 62, 57, 5 stiga munur aftur í það er eins og bara fyrir augnabliki síðan voru Stjörnumenn 3 stigum yfir. Viktor sækir körfuna og já, fiskar villuna þarna á Atla, hindrar hann. Offside. Og Atli þá að fá sína aðra villu. Það settur hann á Magnús, nei, Atli fekk hann á sína aðra villu. Líkir á velli svona Magnús og Atli. Fallega ljósarðir, aflitaðir. Pétur, gleymir boltanum hann í smástund. 9 sekúndur skóknum, Ásmundur Múli. Kíkir á körfuna, 1 á 1 á móti Stefáni. Setur hann, já, beitt í grillið á honum. Erfitt skot. Niður fór hann. Lítið sem Stefán gert við þessu. Það koma Ýringar. Lukas kemur hérna upp úr tvöföldu skríni. Viktor á honum. Skipta aftur, Benedikt er á honum. Hann tekur sér tíma, hugsar það.
Mikil frákasta barátta. Geggjuð barátta hér hvern einasta bolta. Stjörnumenn á honum, þeir eru komnir í miðju, vilja fá fót. Á þennan. Ég er ekki viss að þetta hefur verið fótur. Það sýndist þetta nú ekki vera viljandi. Það var skoppað þarna meira í löpina á honum, en dæmi nú bara hver fyrir sig. Hvað sem því líður þá á IR þennan bolta. 2 stigum yfir. Og kemur Óskar Már aftur inn á 4 villum. Spurning hvort að hann ná að leyfa skynsemina ráða og forðast að fá 50 villunum sína. Íringa með boltan, 2 stigum yfir. Stefán Orri setur upp í sókn. Sendir Magna í gegn, fer 1-1 á baseline á Ásmund Múla og klárar, kjötar hann bara hérna undir körfunni og klárar sterkt á hægri höndina. Mikill styrkur í þessu. Kemur Ásmundur, fær hindrun frá Pétri, þeir skipta, Atli endar á honum, já, og Atli hefur bara ekki þennan lateral hraða til þess að verjast þarna 1-1 gegn Ásmundi. Verður að brjóta og fær þá sína, hér stendur 4 villur á töflunni og sjáum hvað livestati segir hérna. Sem kom með mig fyrir ára, en 4 allavega stendur hér á töflunni. Ég hélt hann hefði verið með 2 fyrir þessa. En jú, þetta eru 4 villur og allar af. Enga síður, fín innkoma hjá honum. Hann er ekki búinn að segja sitt síðasta í þessum leik. Stefán Orri á Benedikt og Ásmundur Múli hjálpar, það skiptir bara einhver máli, hann er bara svo góður í körfubolta. Þeir eiga bara í bullandi vandræðum með að dekka hann hérna þegar hann er að koma hérna í árásina. Ásmundur Múli finnur Benedikt í horninu, Pétur aukasendinguna, ræðst til hægri inn í teiginn, dömpar hann á, vel gert, dömpar hann inn á Viktor sem klárar þetta. Virkilega vel gert hjá Stjörnunni. Aftur kemur Stefán og frábær vörð frá Ásmundi Múla og Óskar alla leið. Frábær vörð frá Magnúsi. En það skiptir ekki máli því þeir taka sóknarfrákastið og setja hann hérna niður. Nei, vilja meina að hann hafi verið komin í spjaldið og það hafi ekki verið varinn bolti heldur. Boltinn hafi verið metað þannig að boltinn hefur verið á niðurleið eða búinn að snerta spjaldið. Enga síður glæsileg tilþrif. Þannig að þekki maður Magnús. Frábær í að verja bolta. Birkir Máni, Lukas, ræðst til vinstri, út á Magna sem sækir hérna inn í miðjuna. Snýr sig við, tekur erfitt skot, hann er stuttur, Viktor með frákastið, keyrir sjálfur á stað. Fyrir hérna 1 gegn 4. Dömbar hann út á Ásmund Múla, stuttur, Viktor með frákastið og skilar þessu. Er svo duglegur. 68-66, frábær leikur hérna í gangi. Vel gert þarna hjá Viktori. Magni, Erlendur, biður hindrun frá Magnúsi. Magnús sækir á Viktor til vinstri og Lukas á köttinu, nær ekki að klára reversið. Ásmundur Múli, 1-1 á móti Birki, sækir til vinstri. Kemur hérna Viktor á seinni bylgjunni og klárar og fær villuna. Sá er að lifna við. Viktor Jónas kemur Stjörnunni 4 stigum yfir, getur gert þetta 5 stiga leik ef hann setur vítið. Vá, fílgur leikur. Förum bara fram og tilbaka. Liðin skiptast á höggum hérna, vilt og galið. Viktor kominn
Nei, býtum við, hér tæknivilla dæmd á verja. Þjálfara ÍR getur það verið. Sýndist það. Eitthvað röfl hérna í gangi, menn missáttir með dómgæsluna. Viktor tekur þá bara tæknivítið og svo fær hann þetta auka skot eftir að hann kláraði hérna áðan og fekk villuna. Þetta skrítið að dómari leiksins hafi flautað þegar hann var að skjóta boltanum. Það hefði kannski getað beðið með það, en mögulega þetta bara rétt framkvæmt. Viktor setur bæði niður og hann komið 25 stig. Hérna er að eiga hérna trölla seinni hálfleik. Birkir á móti Jóhanni Birki. Koma Ýringar. Fer illa með Jóhann Birkir. Lukas í erfitt skot. Brotið á honum. Já, ég held að þetta sé hárrétt. Óskar braut á honum. Þetta er 5. villan á Óskar sýnist mér. Hann hefur lokið leik. Þetta var verulega óskynsamleg villa hjá Óskari. Veit að hann er svektur út í sjálfan sig. Hann hefur lokið leik. Stjörnumenn verða að lifa án hans það sem eftir lifir í heilan leikluta og 20 sekúndum betur. Lukas brennir hins vegar fyrra skotinu. Stjarnan leiðir með 6. 20 sekúndur eftir að 3. leikluta. Síðara skotið. Nei, fyrirgefið, það eru 3 skot að sjálfsögðu. Biðst afsökunar á þessu. Hann var að sjálfsögðu í 3. stiga skoti. Brennir samt hérna fyrstu 2. Einhver titringur. Setur 3. vítið. 5 stiga leikur. Stjarnan aðeins að taka keflið núna. Pétur fær hann hérna upp og Viktor kemur hérna á hraðanum í handoffið og klárar. Og lætur alla vita því. Lætur alla vita hann hafi farið þarna og enginn gat gert neitt. Magnús í síðasta skot leiklutans. Dettur ekki. 7 stiga munur eftir 3 leikluta. 67-74 Stjarnan. Sveiflukennt er það. Þetta er langt frá því að vera búið, dömur og herrar. Viktor Jónas, 27 stig. 13 fráköst. 2 varði boltar. Frábær 3. leikluti hjá Viktori. Og Stjörnuliðin í heild. Ásmundur Múli, 15 stig, eins og Pétur Góði. En Óskar Már með 10 stig og spilar ekki meira í þessum leik. 10 stig og 7 fráköst og stóðsending og 2 stólnir til að... Og 1 varinn, fínasta ágætislínu í honum, en þeir verða að lifa án hans hérna í síðasta leiklutanum. Þá er engin teljandi villuvand. Jú, fyrirgeðu, Atli Rafn Róbertsson og sjálfsög á 4 villum koma bekknum. Skínandi leik. Stefán Orri Davíðsson með 24 stig fyrir Ýringa. 24 stig og 13 fráköst og 4 stóðsendingar. 1 stólinn til að bæta honum. 30 framlagspúntar það sem af er. Honum næstur. Lukas Aron Stefánsson komið með 16 stig og 11 fráköst og 2 stóðsendingar. 1 stólinn og 1 varinn bolta. Síðasti leiklutin að fara af stað í þessum úrslitaleik 11. flokks karla. Stjörnumenn í smá vesen að koma boltanum inn. Fá hana tækifæri, Pétur. Benedikt Gunnarsson, Jóhann Birkir. Ásmundur Múli fær hindrunum frá Viktori. Pétur með opið skot, lætur vaða, aftan á hringinn. Jóhann Birkir með sóknarfrákastið. Finnur Ásmund Múla. Gerir árast til hægri á. Vel gert! Frábært dræf þarna. Hægði á sér á fullkomnu augnabliki til að klára þetta. 17 stig frá Ásmundi Múla. Munurinn 9 stig núna.
Stefán Orri, 1-1 á Benedikt. Við þrengja á honum, Lukas nær ekki halda á boltanum og Jóhann kemur upp úr klafsinu með þetta. Ásmundur, Birkir Máni til varnar. Fær hindrun, Jóhann poppar út úr því í 3 stiga skotið. Bara spjald. Magni. Og þetta vill á Jóhann Birkir. Hann tók sér stöðu en metað svo hann hefði snúið upp á sig þarna til þess að fá snertinguna. Jóhann fær þarna sína aðra villu. 67-76 fyrir Stjörnunni. Stefán á Lukas. Lukas dræfar hérna með frá endalínunni og klárar sterkt. Virkilega vel gert. Ásmundur. Á Pétur sem fer beint í handoffið. Þetta er þekkt stærð. Frábær fótavinna. En dæmt skref. Ekki alveg nógu góð fótavinna greinilega. Lyfti þarna stóðfætinum aðeins að mati dómara. En þeir eru mikið að nota þetta kerfi. Stefán. Þeir tvöfalda á hann. Magnús á Magna. Magni hótar skotinu, hætti við og Jóhann duglegur í vörninni. Búinn að skila frábæri varnarvinnu. Þeir sækja hratt. Viktor. Tróðsla. Búm. Þeir refsa. Það byrjaði allt með frábæri varnarvinnu frá Jóhanni Birki. Ásmundur Múli fljótur koma boltanum upp. Birkir sækir inn í teginn til hægri. Hótar skotinu, hætti við. Ragur að klára þetta og er dæmt villa. Í kjölfarið það er svo mikið í gangi að það er bara erfitt að fylgjast með. Þetta er hvað? Nei, engin villa dæmd þarna. Það metið að svona að ferið út af mögulega. Atli Rapp kemur inn á fyrir Magna. 9 stiga munur. Jóhann Birkir ber upp boltan. Pétur Góði. Atli til varnar. Benedikt á Ásmund Múla. Biður hindrun hérna frá Viktori. Viktor rúlar á körfuna. Frábæra hendur hjá Stefánu þarna. Náða að pota boltanum úr höndunum á Ásmundi. Já, ég held að sé hárrétt. Þetta er Stjörnubolti. Viktor á körfuna, nær ekki að klára. Og Lukas nær í villuna. Það er svo heitt í kólunum hérna. Það er svo mikið undir. Einasta possession skiptir svo miklu máli. Stefán fær hindrun frá Magnúsi. Lukas á Benedikt. Finnur Magnús undir, hann er með Múla á bakinn á sér. Og Benedikt er hér brotlegur. Og Lukas. Tómgrindabrestur hjá Lukasi þarna. Hann klappaði þarna í andlitið á Benedikt eftir að dæmda villa á hann og eftir bókinni þá er þetta bara tæknivilla. Því miður. Þannig er þetta bara leikurinn gerður. Já. Þetta er dýrt. Stjörnumenn fá þá 1 víti en Íringarnir fá þá boltan eftir þetta skot. Það sem að það var dæmd villa. Viktor brennir af vítinu. Brennir af vítinu og förum við hérna aftur yfir á sóknarhelmingi Íringa. Og það er hægt að skera spennuna hérna í loftinu með hníf og gafli. Það myndi nú kannski ekki skera hann með gaflinum en við veitum hvað ég meina. Atli og Stefán sækir að körfunni. Út á Magnús, var opinn, var ekki jafnvægi til að taka skotið. Stefán sækir á Viktor sem stendur þetta bara af sér og hrifsar frákastið og nær í villuna. Nær í villuna á Atla eða ekki. Og Atli hefur þar með lokið leik. Atli Rapp Róbertsson frábær vörn þarna hjá Viktori, stóð sína plikt þarna bara meðan Stefán hótaði alls konar gafhreyfingum. Náði ekki að klára yfir hann á þessu færi.
Enga pressa hér upp allan völlin. Jóhann Birkir sækir til hægri, sér hornið, Benedikt, aukasending á Pétur sem langt fyrir utan, lætur bara vaða og neglir þessu niður. 12 stiga leikur, Pétur búinn að vera sjóðandi. Magnús, Stefán, Birkir, nú þurfa Írika körfu, þeir eru erfitt með að sækja sér körfu núna. Lukas sækir á Benedikt og Lukas hendur þessu beint í fangið á Pétri. Smá örvænting komin í Íringana. Viktor skrifar, já, fór af stað á þess að dribla og Íringar biðja leikhlé. 12 stigum undir, 6:46 eftir, stærsti munurinn í kvöld. Spurning hvað Daði og Hákon leggja upp með hérna í leikliðinu. Sóknin hjá Íringum orðin mjög stirð. Spurning hvort að taugarnar sé að taka yfir. Íringarnir ættu nú að vera mjög vanir í að spila úrslitaleiki eins og Stjarnan líka. En þeir þurfa áhlaup. Þurfa að koma þessu niður fyrir 7-8 stigin núna á næstu 25 mínútum. Í það minnsta. Bæði lið búin að missa einn leikmann út af með 5 villur. Og enginn nema Erlendur Björgvinsson í liði Íringa í villavandræðum. Hann er með 4 villur. Aðrir með 3 eða minna. Dundrandi Tupac á fónunum. Þegar að heimleika 9. Íringa með boltan. Stefán Orri. Magnús, aftur á Stefán. Kemur Birkir upp úr 2 hindrun. Kíkir ekki inn svona körfuna. Stefán aftur. Magnús með minnimann á sig núna. Erlendur með þristinn, gengur ekki. Ásmundur með frákastið. Daði ósáttur með þetta execution hjá sínum mönnum. Viktor á Pétur. Pétur kíkir á körfuna. Þetta er skref, já. Klaufalegt hjá Stjörnunni núna. Svolítið að skrefa. Gætu verið að setja munin enn hærra upp. Það er að gefa Íringum svolítið sénsinn, en Íringar eru bara í tómu basli með að skora. Benedikt að spila hörkuvörn á Lukas hérna, mjög fysikal. Magnús með Múla á sér. Og þetta er bara of þröngt og Ásmundur Múli keyrir þetta upp í hraðahlaupið. Finnur Viktor sem fer allalega á körfuna og skorar. 14 stiga munur. Stjörnuvörnin refsar hratt tilbaka. Erlendur í þristinn. Hann er af. Pétur góði. Finnur Viktor aftur á Pétur. Wow, give and go. Einfalt, þetta er orðið 16 stiga leikur allt í einu. Stjörnumenn fara langlegina með þetta og Jóhann með frábæra varnarvinnslu og púlar í partíþristinn. Nei, sækir sitt eigi frákast og skynsamur. Finnur Pétur sem finnur Múla og hægir þetta niður. Skynsami núna. Tekur svo bara langa þristinn. Aftan á hringinn. Það gerir Íringar hér. Stefán tekur af skarið, allaleg niður. Frábær vörn hjá Ásmundi. Íringar er svolítið ólíkir sjálfum sér sóknarlega. Og hér er dæmd sóknarvilla á Viktor Jónas, óluleg hindrun. Mismikla hrifningu áhorfenda. Miljandi ánægja með það hérna hægra megin við mig, en menn er ekki sáttir með þetta hérna vinstra megin. Og hér er tæknivilla dæmd á Inga Þór Steindorsson, þjálfara Stjörnunnar. Þá er staðan 1-1 í tæknivillum á þjálfara. Bæði lið fengi eina slíka á bekkinn. Stefán Orri fer á línuna. Getur minnka munin í 15 stig. Gerir það ekki.
gerir það ekki, þetta bara rándýrt. Íringar þurfa hér gjörsamlega geggjaðan leikkafla til að koma sér inn í þetta aftur. Spurning hvort að þeir eigi það í sér. Stjarnan búin að spila frábæra vörn hérna í 4. leikluta. Hér villa á Viktor aftur. Svona, já, segir holding. Svona miðað við línunni í leiknum búið að vera svona stundum svolítið svona óregluleg lína mínum mati en svo sem hallar ekki á neitt hérna. Lukas setur fyrra vítið sitt og þá munurinn 15 stig. Benedikt Guðmundsson hann á sína 4. villu. Lukas setur seinna vítið líka. 14 stiga leikur þegar tæpar 5 mínútur eru eftir. Erlendur komst á milli, vill meina að þetta fari síðast af Pétur Góða en dómararnir nokkuð vissir í sinni sök að þetta er Stjörnubolti. Ásmundur kíkir á Stefáns, freista þess að færa bara í erfiðan þrist. Þetta er ekki, hver kemur með frákasti? Viktor Jónas snýr inn í teginn og klárar ekki. Lukas og vörn á Benedikt, Birkir Máni sækir til vinstri, frábær vörn á Benedikt. Lukas, nei, Birkir Máni, nær frákastinn og skorar. Hér verða viðkynna, ég sá ekki hvað gerist, ég var akkurat að líta hérna á stigatöfluna þegar þetta atvik var til stað, ekkert dæmt þó. Viktor kvengar sér, þetta er alvöru leikur, það er alvöru átök hérna, Stjarnan, nei, íringar taka hérna, jú fyrir ekki, Stjörnumenn taka hérna leiklega, 12 stigum yfir, 4:22 eftir af þessum síðasta leikluta. Hvort liðið stendur uppi með gullum hálsinn hér eftir rúmlega 5 mínútna, tæplega 5 mínútna leik. Verður gaman að sjá. Þessi leikur ekki svikinn neitt, alveg eins og við lofum. Minnum á að við verðum hérna aftur í fyrramálið og allan daginn á morgun. Allt í beinni hérna á KEF TV. Byrjum bara klukkan 9 í fyrramálið. Gerari betur, eldsnemma með fyrsta kaffibolla. Klukkan 9 í fyrramálið er það 10. flokkur drengja 4. deild þar sem að Valur tekur á móti Fylki. Klukkan 11:30 þá er það 10. flokkur drengja aftur. Þar er það spilað til úrslita í 3. deild sem að sameiginlegt lið Hamars og Þórs mætir Val B. Svo klukkan 2 er það ungmennaflokkur karla önnur deild Tindastóll Grindavík og svo síðasti leikur dagsins á morgun verður 16:30 þegar að Stjarnan tekur á móti Breiðablik í 10. flokki í 1. deild. Veisla framundan. Við erum komin að stað aftur. Stjörnumenn með boltan. 12 stigum yfir. Ásmundur Múli. Sækir á Stefán. Fín vörn á Stefáni. Já, fær þó villuna á sig hérna. Hann er að setja mikinn þrýsting á Ásmund. Þetta er bara fyrsta villan á Stefán. Segir kannski mikið um það hversu góðu varnarmaður á Stefán er að geta spilað hörku vörn allan leikinn án þess að brjóta. Lendir sjaldnast í villuvandræðum. Ásmundur. Stefán ennþá á honum. Viktor setur hindrunina. Ásmundur nær að sækja til vinstri. Stefán þá alltaf eins og gammur á honum. Benedikt sækir flott á körfuna. Hann nær ekki að klára. Frábærlega varinn bolti frá Lukasi sem breytir þessu strax í sókn. Birkir. Á Lukas aftur. Hótar skotinu. Fær hann aftur. Frábærlega spilað. Og þessi er á niðurleiði á 2 stig. IR 10 stiga leikur. 3:43 eftir. Skemmtilegt spil hérna frá Birki og Lukasi, hvergeringunum. Og þeir þurfa stopp. Mega ekki fá margar körfur á sig viðbót ef þeir ætla að lifa þessum leik. Ef þeir ætla að klára þennan leik, íringarnir. Stjarnan tekur sér tími í þetta.
Boltinn í höndunum á Ásmundi Múla sem sækir til hægri, það þrengt á honum. Viktor snýr, nær ekki að klára, erfitt. En ÍR-ingar kasta frá sér boltanum. Kasta frá sér boltanum. Dómarar leiksins stoppa leikinn og vilja fá fulla skotklukku. Þannig að Stjarnan fær hérna 23 sekúndur til þess að kveikja í. 10 stigum yfir. Viktor sækir inn í teginn, Magnús til varnar. Ekki dæmt og skref dæmt á Viktor, vildi fá villuna en þeir þéttu vel á honum þarna. Magnús gerði bara nokkuð vel að þrengja vel á honum. Vá, 3:11 eftir, 10 stiga munur. Mómentið aðeins komið ÍR megin. Mega Stjörnumenn ekki fara að verja neitt fórskot. Stefán sækir að körfunni. Finnur Magnús sem fær villuna á Viktor sem þá að fá svona 3. villu. Magnús Dagur á línuna. Magnús Dagur Svansson. Já. Skorar þarna. Setur fyrsta. 9 stiga munur. Seinna vítið onni líka. 8 stig frá Magnúsi. Átta stig frá Magnúsi, 8 stiga munur, 3 mínútur eftir, alls konar tölur. Eina talan sem skiptir máli það bara 1 sigurvegari og nú fer að hitna alvöru í þessu hérna. Pétur Góði, Erlendur til varnar, Ásmundur Múli, dregur hann á sér, finnur, nei, Erlendur kemst inn í þetta. Nú eru það Stjörnumenn sem í smá basli sóknarlega. Í basli að finna opnanir. Stjörnumenn með 11 sekúndur á skotklukku. Viktor 1-1 á Magnús. Klára erfitt svo og klárar þetta. Frábærlega klára, 12 stiga munur, 10 stiga munur fyrirgefðu. Lukas 1-1 á Pétur Góða. Frábær vörn hjá Pétri. Stefán að kíkja á 3 stiga skotið. Finnur Magnús og Viktor verið þetta. Risastórt stopp hjá Stjörnunni, 2:20 eftir, 10 stigum yfir. Risavarsla. Ásmundur til að klára leikinn mögulega. Nei, skopar upp úr Jóhann Birkir með frákastið. Já, maður biðja Einar tæknimann að setja leikinn á hérna. Þetta ekki tímapunkturinn til að vera með þennan skjá. Já, tæknivitað nefndi hérna, Stefán Orri setur 1. Ég vona að þetta að skila sér myndin. Það eins og það sé bara eitthvað skilti hérna uppi. Leikhlé ÍR. Já, það eins og að sé bara skilti, þurfum að fá þetta. Já, ok. Alright, ekki máli kallar minn. Bara viss. Afsakið þetta, vera viss að við verðum alveg örugglega að sýna ykkur hérna leikinn en ekki skilti. Viljum skila þessu öllu heim í hús. 2:08 eftir. 2:08 eftir. 9 stiga munur. Stjarnan leiðir.
Liðið búa sig undir síðustu 2 mínúturnar hérna í venjulegum leiktíma. Írringar þurfa að hleypa leiknum upp í smá vitleysu núna, bara að taka smá áhættur. Höldum við áfram. Stjarnan á yngast hér á sóknarhelmingi. Pétur góði með yngastið, vinnur Jóhann Birkir. Það er hindrun frá Ásmundi Múla. Stefán kemst inn í þessa sendingu. Og Stjarnan á hér yngast með 10 sekundur á skóklukku. Írringar þurfa nauðsynlega á stoppa að halda. Einn karfa viðbót gæti farið langleiðina með þetta fyrir Stjörnuna. Ásmundur, tvítdekkaður, finna Pétur, finnur Viktorinn í teignum, hann finnur Benedikt í horninu, erfiður þristur, dettur ekki, Lukas, það er Írringar að sækja hratt, Stefán, kíkir, finnur ekkert nema Lukas í horninu, hann ákveður að dræfa baselineið, fer sterkt upp, nær ekki að klára, Erlendur, tekur frákastið og skilur þessu niður, 7 stiga munur, 1:40 eftir, þeir vilja koma boltanum úr höndunum á Ásmundi Múla, tvítdekkan þarna af yngastinu. Láta Pétur góða að koma með boltan, Jóhann. 7 stiga leikur, Jóhann Birkir, finnur Pétur. Pétur á Benedikt. Viktor með Magnús á sér. Snýr hann af sér, fer inn í teiginn á vinstri höndina og klárar! Og fær villuna! Viktor Jónas Lúðvíksson. Það er stórleik hérna í seinni hálfleik. Sækir hér á Magnús, snýr hann af sér og klárar. Fær víti að auki, getur sett þetta upp í 10 stig og farið langt með að loka þessum leik. Brennir hins vegar vítinu. Írringar þurfa að sækja hratt, Stefán. Sækir á Ásmund. Pétur mætir í hjálpavörðina. Erlendur. Þristur, hann er af, Birkir Máni með frákastið, dettur í hendurnar á Magnúsi, setur það ekki, Erlendur með frákastið aftur. Stefán verður að taka það, dettur ekki, nær sínu eigin frákasti, Birkir Máni verður að taka það líka. Og hann er af, ekkert nema loft, 54 sekundur eftir, Stjarnan leiðir með 9 stigum. Stjarnan mögulega að landa hérna öðrum Íslandsmeistaratitlinum í dag. Fyrir í dag voru það stelpurnar í 10. flokki sem að gjörsigruðu Keflvíkinga hér með 40 stigum cirka. Þeir voru að halda þetta út og þeir þurfa að kasta boltanum frá sér. Viktor nær honum, fer alla leið og sækir villuna á Erlend. Hér heldur Magnús Dagur lappirnar á sér. Vonum að þetta sé bara krampi. Sennilega bara krampi. Það leit ekki vel út hvernig hann kvenkaði sér þarna. Já. Það hefur séð allt. Þvílík barátta í Viktor að ná þessum bolta. Stjörnum lendu hérna í vesen að koma boltanum við miðju. Jóhann Birkir þurfti að kasta honum hérna yfir nánast allan völlinn. Og þetta er bara eitthvað sem að Viktor er ótrúlega góður í að teygja sig á eftir svona boltum. Rosalega lengd á höndunum. Já, Magnús góður, 40 sekundur eftir. 40 sekundur eftir á tímabilinu. Algjör óþarf að vera að fara meiddur út af núna. Þetta er nagli. En þar sem að þjálfarinn kom inn á þá verða þær að skipta honum hérna út af. Viktor Jónas fer hérna í 2 skot. Setur fyrra 10 stiga leikur. Þetta sé orðið svona nokkuð ljóst í hvað stefnir. Síðara vítið dettur ekki, Pétur með frákastinn og klárar, innsiglar þetta. Þeir vita það,
Stjörnumenn vita það. Þetta er farið, 12 stig, 40 sekúndur. Það þyrfti ævintýri, alvöru Disney til þess að koma tilbaka á þessu. Stefán sækir að köruna, nær ekki að klára. Pétur á Jóhann. Benedikt, þeir taka sér bara nægan tím í þetta. Benedikt á Viktor sem að nær ekki að fara alla leið. Stjörnumenn halda honum þó 19 sekúndur eftir. Hér eru ungir iðkendur úr Stjörnunni að gera sér klára að fara niður og fagna með liðinu. Ljá þeim hver sem vill. Jóhann í horninu. Þetta er ekki. Lukas. Já, tekur þristinn. Hann er af. Stjarnan með frákastið. Það eru Stjörnumenn sem eru Íslandsmeistarar í 11. flokki drengja 2023. Stjörnumenn Íslandsmeistarar. Frábær leikur sem við fengum hérna í Blúhöllinni. Lokastaðan IR 80, Stjarnan 92. Stjarnan með hörku fjórða leikluta til þess að loka þessum leik. Virkilega vel gert, til hamingju. Stjarnan, 2 Íslandsmeistaratitlar í dag í Blúhöllinni. Og ef við kíkjum aðeins hérna á tölfræðina. Sjáu hérna, við byrjum á liði Íringa. Það eru atkvæðamestur Stefán Orri Davíðsson með 25 stig og 15 fráköst, 4 stóðsendingar. Honum næstur Lukas Aron Stefánsson með 22 stig og 17 fráköst og 2 stóðsendingar. Og þetta er gaman að sjá, það er alveg byttu nú við Ingi Þór Steinþórsson að taka signature movið. Íslandsmeistara snúningurinn og Íslandsmeistara ormurinn. Þekktur fyrir þetta, hvað held ég? Skemmtilegt. Gleði. Í liði Stjörnunnar, þar var það Viktor Jónas sem var atkvæða mestur. Erfitt að halda öðru fram en að hann verði valinn maður leiksins hérna. 33 stig, 15 fráköst, 2 stóðsendingar og 3 varðir boltar og 34 framlastig. Honum næstur Pétur Góði Reymarsson með 21 stig og 7 fráköst og 4 stóðsendingar, 4 stólna bolta, frábær leikur í honum. Og Ásmundur Múli með 19 stig og 7 fráköst og 4 stóðsendingar. Frábær seinni hálfleikur í honum. Stjörnumenn komast ekki í úrslitaleikin í fyrra. Töpuðu í undanúrslitum. Virkilega sætt fyrir þá. Við skulum vinda okkur í verðlaunaafhendinguna. Komið hérna fram, stillið ykkur upp, sitt hvorum megin þetta, við miðju. Takk fyrir. Fer hérna fram verðlaunaafhending, Einar Hannesson fyrir hönd KKÍ, sér hana. Nú, við ætlum að vinda okkur í verðlaunaafhendinguna og við byrjum á silfurliði IR. Og til þess að hjálpa mér hérna hef ég fengið Ígor Marins, leikmann Keflavíkur, til aðstoða mig. Já, Íringar þurfa að bíti það súra epli að taka því silfri í ár. Þeir geta enga síður borið höfuðið hátt. Frábært lið. Þeir börðust og börðust og börðust. Lentu bara á vegg hérna í fjórða leikluta og svona megnina síðri hálfleik eiginlega. Stjörnuvörnin gerði þeim erfitt fyrir. Þeir geta, eins og ég segi, haldið höfðinu hátt. Þetta er frábært lið, vel mannað og framtíðin er mjög björt í Breiðholtinu. Mikið að koma upp. Þessi strákar komist ekki einu sinni á varamannabekkin í meistarafloknum í vetur. En það má búast við að þeir muni spila einhver hlutverk í fyrstu deildinni næstkomandi vetur. Allavega einhverjir, Stefán Orri og mögulega Lukas Aron og Magnús Dagur. Já. Við gefum Íringum gott klap hérna, frábært lið. En það er bara eitt lið sem getur staðið uppi sem Íslandsmeistari á hverju ári. Þannig er þetta bara vel að þessu komnir. Það er Ígor Marins
sem er að aðstoða hér Einar Hannesson við verðlaunaafhendingu. Glatt á hjalla í Garðabænum. Eins og segir í laginu góða, syngjum og dönsum og vinnum bikara. Mættu hérna með 15 manna crew pluss þjálfarar. Það vinna frábært starf í Garðabænum. Það keppa marga titla í yngri flokkunum. Því ber að hrósa. Ingi Þór var líka Íslandsmeistar á dögunum með 8. flokki drengja. Síðustu helgi. Jæja, þá komið að liðinum maður leiksins og nefndin er búin að fylgjast vel með. Áður en að við réttum manni leiksins bikarinn, þá vorum við sammála að nefna framistöðu eins leikmanns í sem okkur fann stórkostleg og mér langar til þess að við gefum þeim dreng gott klapp auðvitað öllu liðinu og það er hann, afsakið, ég er að finna þetta, það er hann Stefán Orri sem að skemmtilegt ákveðið að heiðra hérna aðeins Stefán Orri Davíðsson fyrir góða framistöðu í liðinu. En það er bara einn maður leiksins, hann kemur úr sigurliðinu og það er að sjálfsögðu Viktor Lúðvíksson. Stórbrotin leikur í honum, báðum endum vallarins. Frábær leikmaður sem að vonandi fær tækifæri með meistaraflokki Stjörnunnar á næsta tímabili. Enn frekari tækifæri. Þá bara eitt eftir, það er að lyfta bikarnum. Það er Ásmundur Múli fyrirliði sem að tekur hér við bikarnum úr hendi Igor Maric. Til hamingju Stjarnan Íslandsmeistarar 2023. Leifum þessum myndum aðeins að lifa. Við förum að þakka fyrir okkur hér á KEF TV. Gaman að vera með okkur. Ég heiti Sigurður Friðrik Gunnarsson. Sáum að lýsa þessum leik með mér í dag. Einar Þór Björgvinsson tæknimaður, okkar allra besti maður og Arnar Freyr Elvarsson hér á myndavélinni. Verðum hérna aftur í fyrramálið með fleiri úrslitaleiki úr Blúvellinni. Til hamingju Stjarnan. Sjáumst í fyrramálið. Já.
Geggjað. Gaman að sjá það, Lúli minn.